Já, það staða Sjálfstæðisflokksins sem kannski þá að verðast að íslenskri pólitík í dag. Við höfum verið að ræða þessu undanfarna daga. Hérna í gær var Vilhjálmur Egilsson að meta stöðu flokksins og hingað komnir tveir ágætir menn. Vilhjálmur Bjarnason, fyrrverandi þingmaður flokksins og Jón Kristinn Snæhólm, stjórnmálafræðingur og góður og gegn Sjálfstæðismaður, eða ekki? Jú, algjörlega. Ok, hafið þið áhyggjur af stöðu Sjálfstæðisflokksins? Sko, þegar að skoðanakannanir birtast með þessum hætti, þá náttúrulega staldrar maður við og maður ánáttúrulega að spyrja gagnrýna spurninga af hverju eru þessar tölur svona lágar. Við erum að horfa sko á tölur sem hafa aldrei sést í kringum Sjálfstæðisflokkinn sko frá stofnun 29. maí 1929. Svo lágar að enginn hefði spáð þessu? Nei, það hefði enginn spáð þessu. En svo náttúrulega verður maður að horfast í augu það bæði sem sagfræðingur og stjórnmálafræðingur að ekkert ástand er eilíft. Þú kannast sjálfur sem dugandi marxist tesu og syntesu og antitesuna, hvernig þetta getur nú orðið. Og það er bara hollt. Sko, ég er búinn að vera í flokknum síðan ég var 15 ára gamall og sýnt ýmsum trúnaðarstöðum, ekki eins vegamiklum eins og minn sessunutir hérna og ágæti vinur. En stjórnmálaflokkar fara í gegnum bara æviskeið eins og maðurinn sjálfur. Það eru góði tímar, það eru vondi tímar, það eru áföll, það eru sigrar, það eru ósigrar. Og það skiptir mjög miklu máli hvernig menn taka á þessu, hvort sem það manns eigin veikindi. Sjálfur fekk ég heilablóðfall fyrir 4 árum síðan og ákvað þá strax að taka þetta með jákvæðum hætti og gagnrýna hugsun og breyta lífsstíl og vera með jákvæðara lífsviðhorf. Og stjórnmálaflokkur álega getur tafið sér svona viðhorf. Það er að brattan að segja, við erum búin að vera í samfélagi í ríkisstjórn síðan 2013. Meira og minna síðan 91. Meira og minna, já. Þau hræðilega ár skulum við bara ekkert tala þegar við vorum ekki í ríkisstjórn. No. En það er margt búið að gerast jákvætt. Sjálfstæðisflokkurinn leiddi þjóðina upp úr þeim öldudal sem kreppan var og tókst á við COVID og það er margt í þessu ferli sem okkur sjálfstæðismönnum hefur bara líka mjög illa við en á heildina litið held ég að sjálfstæðisflokknum hafi tekist vel upp. Nú hljómar bara eins og Bjarni Benediktsson segir að okkur hefur bara gengið mjög vel og Nei, ég bara hljóma eins og ég er sjálfur sko. Og ég tek það fram að ég hlustaði á þessar ræður, ég var ekki á flokksráðsfundinum, hafði bara allt annað að gera. En sko það er til sko tvenns konar gagnrýni. Það er jákvæð uppbyggileg gagnrýni og neikvæð gagnrýni. Og ég sem sjálfstæðismaður segi, ef við ætlum að ná okkur út úr þessum öldudal, þá verðum við akkurat að beita jákvæðri gagnrýni inn á við og átt okkur á því af hverju við erum þarna. Og til þess að átta okkur á því þá þurfa sjálfstæðismenn að eiga þetta samtal við forystuna því að í lok dags þá ber engin ábyrgð á þessari stöðu nema forystan og formaðurinn. Það er ekkert hægt að hlaupa undan því og ég er algjörlega ósammála þegar orðið við forystan. Það er einn maður sem ber hérna ábyrgðina og það er formaðurinn. Svo er hægt að taka sko hérna og það á að taka flokkurinn réttri leið, hinn gamla og góða sígilda sjálfstæðisstefna að hopa og eigum við þá að spyrna við og setja hana í öndvegi. Og ég hef í mörg ár bæði í útvarpi og sjónvarpi og sérstaklega þá hjá heimastjórninni, hjá Ingvar Hrafni og með Halli félaga, þá hef ég bent á það að mér hefur fundist flokkurinn vera að þrengjast. Að því leytinu til að hann er með auðvalds yfirbragð, hann er með græðgiskapitalist yfirbragð, gróðapunga yfirbragð, það er hlustað á stærstu hagsmunahópana sem náttúrulega útgerðin núna í dag og hefur verið lengi. Og sjálfstæðisflokkurinn hefur látið þetta fagra slagorð og lindis einkunn sína stétt með stétt fara forgörðum. Þannig að það er alveg klárt að tannlæknafrúin í Skildingannesinu kýs sjálfstæðisflokkinn, menn að fiskvinnslukonan í Krummahólum er hætt því. Af hverju er það? Ég veit ekki, Vilhjálmur, vilt þú svara því? Af hverju er það?
Já, það er nú erfitt að leita svara sko, ef við hefðum svarið þá sendum við ekki hér. En sko, minn datt nú hefur þú skoist inn að Jón Kristinn talaði eins og Bjarni. Sko, ég ætla líka að tala eins og Bjarni og tala svona í megin stærðum. Sko, mér er svolítið mikið í mun að fjalla hvað hefur gerst frá 1991 til okkar dags. Og þarna eru allir ríkisstjórnar, allir flokkar inni. Sjálfstæðisflokkurinn mest allan tíman. Framsóknarflokkurinn stóran hluta. Og á þessum tíma frá 1991 þá hefur kaupmáttur launa hækkað 2% á ári. Nú tvöfaldast á þessum tíma. Og mönnum hætti svolítið mikið til að miða allt við neysluverðsvísitölu. Þarna tekið neysluverðsvísitölu og aðalaga laun að þeim breytingu, þá hafa laun hækkað 2% á ári allan þennan tíma og þannig er inni kreppu ástand í upphafi, þannig er inni hrun og ég leiðrétti ekkert fyrir því, ég tek þetta bara beint og síðan hitt að þær megin stærðir sem ráða alltaf mest hagstjórn hér í landi og valda skelfingu, gengisfellingar. Það hefur engin gengisfelling orðið. Það hefur orðið... Gengið hrundi nú í hruninu? Það er hrundi í hruninu en það leitaði tilbaka að verulegu leyti. Það leitaði tilbaka að verulegu leyti og það varð aldrei gjaldeyris þurrð hérna sem olli innflutningshömlum. Það urðu hömlur hér á erlendir fjárfestingu á ákveðnu tíma, gott og vel, og það skaðaði engan, nema kannski hugsanlega lífeyrissjóði. Þannig að það er margt gott sem hefur gert á þessum tíma. En hins vegar þá hefur líka sagt það að þessi greining hans á tannlæknisfrúnni og fyrstvilskonunni að það eru hópur manna aðalega, menn, mikið af mönnum og þeim fylgja fjölskyldur sem ég kalla smákapitalista sem eru ýmsir smáir atvinnurekendur og einyrkjar að þeir og þá er mér sérstaklega hugsað til sjómann út á landi að þeir eru hættir að kjósa flokkinn. Það er að segja að flokkurinn hefur dálítið frosið í því að segja að þetta fiskveiðistjórnunarkerfi er það hagkvæmast sem ég getur búið við. Og þá segja þessi sjómenn, mig varðar ekkert þessa hagkvæmni. Sko, ég bara horfa á mig. Ég veit það að ég má veiða úr einhverjum 11-12.000 tonna potti og svo bara má ég éta þessum út í frís. Að smákapitalistarnir, hinni litlu, þeir... Þetta er ekki kapitalistar, þetta er bara sem á einhverju litla skektu. Ég kalla þetta, þú hefur alltaf misskilið kapitalismann, ég horfa á þetta... Ég kalla þetta smákapitalista, þetta eru einyrkjar sem að og þarna horfum við til Max Webers Kapitalismus und Ethik der Protestante held ég að bókin heiti eitthvað í þann úr þá áttina að það er að segja að þessi menn sem að vinna fyrir sér og fjölskyldu að á þá hefur verið settar hömlur og það hefur ekkert komið í staðinn og þessir sko, stór útgerð vissulega skilar hún einhverju og meðal annars sennilega komið í veg fyrir þessi árvissu þrengingar í sjávarútvegi. Nú er reyndar ferðaþjónustuna byrjað á sama væl og sjávarútvegurinn var í á sínum tíma eins og mér komið það við eða kemur mér það ekki við þetta hver bara leysir sínu vanda. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki horft til þessara breyttu aðstæðna og miðað við ýmislegt gott. Ég get nú líka að tala um það sem er að. Það er að segja
að fasteignaverð hér á höfuðborgarsvæðinu hefur rokið hér upp úr öllu valdi. Það er bara gagalagú. Gagalagú. Og fasteignamarkaðurinn, lóðaúthlutanir, er ekki á forræði ríkisstjórna. Þetta er á forræði sveitastjórna. Og sá flokkur sem ræður þar mestu Samfylkingin í Reykjavík, hún fer með himinskautur núna. Og þannig að ef svo væri, að þá myndu sko bæjarfélög undir stjórn sjálfstæðismanna eins og í Kópavogi og Hafnarfirði, þá væri bara brjálæðislegur uppgangur þar að vera að byggja húsnæði. Já, það er bara, það er tölverð, það er ekki, það fækkaði fólki í Hafnarfirði. Fækkaði fólki í Hafnarfirði. Nei, en það eru undir stjórn Rósu Guðbjarts, þá hefur verið mjög mikið það fækkaði íbúðum í Hafnarfirði. Já, en það breyti því ekki að það hefur verið bæði í atvinnulóðum og í íbúðum mjög mikið og Garðabæri í stórsókn en Kópavogur hins vegar er búin með sitt landa mestu. Það er alltaf að benda á lóðurbútir Reykjavík. Ef það svo væri, að þá myndi sko Kópavogur og Hafnarfjörður og Mosfellsbær þenjast út. Já, þeir gera það, þeir hafa gert það líka og þegar þessi lóðaskortur byrjaði eða þessi uppbyggingar, þegar þessi uppbygging hrundaði aldamótin 2000 þá var mest öll uppbyggingin í Kópavogi og og risin í þessu, það er hægt að benda á lítil sveitafélög eins og Mosfellsbær getur ekki bætt úr þessari uppbyggingu og þannig að fasteignamarkaðurinn er bara því miður ekki á forræði ríkisstjórna en ríkisstjórn er kennt þannig að ég segi bara eftir allt og allt að það er ákveðin forystuvandi, það er vandi í þingflokknum, í Sjálfstæðisflokknum, það er forystuvandi í Sjálfstæðisflokknum, það er vandi í þingflokknum og það er meira svo mikil vandi í þingflokknum að manglokkur eins og maður eins og ég veit vart hverjir eru þingmenn og ég myndi ekki þekkja þá á götu og það ef ég ætti að fara í sakbendingu að ég get ekki sagt hverjir eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins ef að þeim eru stillt upp í röð og þannig að sko Meinar þá að venjulegum þingmönnum sem bara haldið niðri og þeir fá ekki að tjá sig að við tökum ekki eftir þeim að ég var aldrei var við það að ég fengi ekki að tjá mig en geta þessi þingmenn tjá sig Ég þekki ekki. Það er miklu frekar spurningu það hvort að sko, þeir megi tjá sig. Ég hef aldrei fundið fyrir því að mér hafi ekki verið heimilað að tjá mig utan einu sinni. Þar sem ég tjáði mig og lét mig lítt varða kvartanir undan því að ég hafi tjáði mig í því máli. Enda taldi ég að ég hafi staðið við þá skilmála sem voru settir út af því máli. Þannig að mér finnst þetta, sko, þetta er persónulegur vandi flokksins. Undir þá persónu Bjarna? Undir persónu Bjarna til dæmis. Og Bjarni hefur margt sér til ágætis og hefur leyst margt vel. En stundum þá er hann dálítið þunglamlegur í umgengni, eins og ég hef reynt. Og ef hann er honum gengur illa að halda hópnum saman honum gengur illa að halda flokknum saman kann ekki að vinna með fólki sem er ólíka skoðanir hann heldur ákveðnum hópi þetta að sér og hinum fyrir utan það er svona eins og ég hef hort á þetta og þá er hann ekki hentugur formaður Sjálfstæðisflokksins sem ætti að vera svona tjaldbúðaflokkur þar sem hann væri svona ýmsa tjaldbúðum það er bara fjör í tjaldinu hans það hefur alltaf verið svona flokkurinn hefur verið stór og víður þetta hefur verið bændaflokkur þetta hefur verið sjómanna og verkamannaflokkur þetta hefur verið þessir smákapitalista smá atvinnurekendaflokkur og og lágstéttafylgi mikil stuðningur með eldri borgara já, en svo getur nú líka sagt það sko aðstæður hafa breyst alveg óskaplega sko, mér var til dæmis bent á það fyrir nokkru að þetta fjöldafylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík það og þetta net sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði í Reykjavík og er búin að missa þetta hafi verið kvöldskóli KFUM það er að segja að þannig kom umkomulist fólk sem átti ekki kost á formlegri menntun, fór í kvöldskóla KFUM
og síðan voru hér menn eins og Sigurbjörn Vísi, Guðmundur Ásbjörnsson og Knútur Símsson og fleiri sem kom þessu fólki í vinnu hér og þar út borg og bí og þetta fólk var síðan svona tengslanet Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ja, ágætur maður og Jónas Haralds, bankastjóri, hann var ekki alltaf sjálfstæðismaður. Hann fór í framboð sem borgarstjórefni sósíalista 1946 og hann náði ekki inn. Hann var búinn að reikna þetta allt út að hann sem í 7. sæti myndi ná kjöri en vegna búsetu breytinga á stríðsárunum. En hann sagði áratugum seinna við mann sem var að skrifa föður hans að hann hefði ekki áttað sig á þessu sterka tengslanetti sem kom út frá KFUM í Reykjavík. Þannig að þetta tengslanet flokksins hefur gjörbreyst og nú var ég ekki á fundinu hér á laugardaginn var í flokksráðsfundinum en þarna var ákveðin hópur ungs fólk sem hafði sig frammi og ég átta mig ekki á hvaða fólk ég bara fyrir 7 árum að þá bara hætti ég mestuleyti afskiptum af stjórnmálum í gegnum flokkin, ég hef bara haldið mig að mínu vettvangi, ég hef skrifað mínar greinar í Morgunblaðið og reynt að vekja athygli á málum og sjálfum mér og svo framvegis, þó að það hafa nú ekki dugað í síðasta prófkjöri. En þetta persónulegu vandi flokksins, þetta ekki í raun málefnalegu vandi, borgaraleg öfl í landinu, þau eru til í rauninni hefur borgarastéttin stækkað en hún hefur ekki skilað sér til Sjálfstæðisflokksins. Ég ræddi við Vilhjálm Egilsson í gær og hann lagði eiginlega mest upp úr klofningnum þegar það Viðreisn fyrir út og sömuleyti kenndi Bjarna það, þetta verið klaufalegt að lofa það að yrði kosið aðildarviðræður en taka svo aðildarviðræðurna tilbaka vorið, hvað þetta? Vorið 2014. Og það hafi orðið síðan kveikjan að stofnun Viðreisnar og að flokkurinn hafi ekki náð sér, eða ekki haft sömu möguleika náði að náð sér eftir það. Og það var skilgreining Vilhjálms Egilssonar. Og svo fórum við líka yfir því að það raunverulega hægt að horfa á miðflokkinn þótt hann hafi klofnað út úr Framsóknarflokknum að þá þetta ekki síður klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum eða við sjáum bara þá sem hafa sittið á þingi fyrir þann flokk og sama má raunverulega segja flokk fólksins að þetta þarna sé verið að róa á svona fylgis sem að vanalega var við Sjálfstæðisflokkinn og þar fyrir þann flokk hafa sittið á þingi til dæmis Ólafur Ísleifsson og fleiri sjálfstæðismenn. Já, Ólafur var í Sjálfstæðisflokknum en þú nefnir þarna mál, hann sé ég með mjög góða samvisku. Það að segja afturkallun aðildarviðræðna. Ég hef nú, ég var allan minn þingtíma í EES málum. Ég var í EES nefndinni og ég var í sameiginlegri þingmanna EFTA og Evrópusambandsins og þetta þannig mála að það má ekki nefna þetta í flokknum. Það ekkert svæði á Íslandi, ekkert landsvæði á Íslandi jafn evruvætt eins og norðausturkjördæmi. Samherja kjördæmið. Samherja, Síldarvinnslu, Eskjukjördæmið. Þetta allt evrukjördæmi. Og öll þessi stóru fyrirtæki eru komin á evrusvæðið. En almenni og laun sjómannana eru reiknuð út í evrum en borgað út í íslensku. Þannig að það ekki svæðið komið eins langt. En þarna þáverandi forsætisráðherra og Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra, þeir keyrðu Sjálfstæðisflokkinn og Bjarna Benediktsson til þess að leggja fram þessa þingsályktunartillögu um afturköllun aðildarviðræðna sem ég taldi algjöran óþarfa. Ég taldi það að þau atvinnurekenda sem voru svona á evru hlið myndu láta sér það nægja að
umsóknin lægi þarna og hegðunin væri að mestu leyti í þá átt og hún þannig. Til dæmis, ég tek tvær stofnanir sem við Ísland á ekki aðild að nema með seturétti við borð. Hefur ekki atkvæðisrétt. Það Evrópska flugöryggisstofnunin og Evrópska lyfjastofnunin. Í báðum þessu stofnunum unnin vinna sem okkur allsendis og ófært að vinna hér. Hún það viðamikil og byggir á mjög mikilli sérfræðiþekkingu. Og þegar kemur til ályktunar þá hafa aldrei verið greidd atkvæði þessu stofnunum mér sagt vegna þess að það búið að vinna tæknivinnuna og hér lausnin. Þetta til dæmis varðar upptöku eða markaðssetningu lyfja og lofthæfi flugvéla. Við erum að fara í gegnum erfitt skeið í þeim efnum, til dæmis Boeing Max-vélarnar, að sú vinna sem Evrópa lagði fram, að við hefum þurft að vinna þessa vinnu sjálf hér. En af hverju tekur þú dæmi þessu? Að því að ég að segja það, að hvað við erum komin nálagt Evrópusambandinu. Ég má aðeins tjá mig Evrópusambandi og hvað svo umræða hefur gert innan Sjálfstæðisflokksins. Þá vil ég ekki kenna Bjarna alfarið þetta. Þetta á sig dýpri rætur og alveg... En hefði hann ekki mátt lesa þetta betur með því að hleypa ekki þessari þingsláttartillögu í gegn, vitandi það að hún myndi kljúfa flokkinn? Skulum koma því eftir. Ég var einu sinni ungur sjálfstæðismaður og mitt hjarta slær í SÚS. Og ég var að formaður SÚS, ritstjóri stefnis, formaður utanríkisnefndar. Og þegar ég var að formaður SÚS þá var Guðlaugur Þórðarson formaður. Við fórum og stofnuðum félagskap sem heitir enn þann dag European Young Conservatives eða evrópskir ungir íhaldsmenn og ég var varaformaður þar í 4 ár. Við fórum út allan Evrópu og sérstaklega til Austur-Evrópu og vorum að koma á fót hægrisinum að borgaralegum unglingahreyfingum í Póllandi, Íslandi, Lettlandi, Litáen, Ungverjalandi, fórum til Albaníu og vorum þar. Og þá þessi Evrópu umræða mjög að þróast mikið og við komumst að því að hún væri að þróast þvert á okkar klassísku sjálfstæðisstefnu sem fullveldi þjóðar, fríverslun og svona almenn menningartengsl án þess að vera reglugera það og setja eins og var gert löngu á undan sem þróast í Rómarsáttmálanum. Og þessi umræða var mjög lífleg í Sjálfstæðisflokknum alveg frá svona 89 og til svona 2005-06 og menn höfðu bara heiðaleg samskipti. Sumir voru Evrópusinnar, aðrir voru það ekki og þetta var rætt á landsfundi þangað til einn góðan viðdag á einum góðan landsfundi, þá var þetta bara bannað. Og maður eins og Vilhjálmur Egilsson rekinn úr ræðustóli og fleiri og þá var komin svona týrani í umræðu Sjálfstæðisflokksins sem mér fannst kristallast mjög leiðilega núna helgina. Hvernig þá? Það ekki opinn ræðustól. Þú getur ekki hvatt þér máls og talað það sem þínu hjarta stendur næst. Og það afskaplega mikill ljóður á vinnubrögðum innan Sjálfstæðisflokksins. Þið með ræða þetta á ungir sjálfstæðismenn, þegar við vorum ungir sjálfstæðismenn þá sögðum við það betra að vera samviskuflokksins heldur samviskubitflokksins. Og þannig eiga á sjálfstæðisfólk að virka og það var bara slegið snirtilega á puttana á þeim sem betur fer. Hefur þó SÚS og Heimdall döngun í sér til þess að láta sér heyra eftir fundin og segja bara þetta gengur bara ekki. En þetta partur af vandanum og það sem við erum hérna að gera að við erum að skilgreina og fara kannski ofan í söguna og Viðreisn verður til vegna þess að það var bara rúllað yfir þetta fólk sem voru Evrópusinni. Ég Evrópusinni, ég fríverslunarsinni en ég ekki Evrópusambandssinni.
og menn eiga að hafa þessa lifandi umræðu okkar utanríkismál, utanríkisverslun og menningarleg tengsl við önnur ríki og það á ekkert að vera bara ein lína, einhver svona fundamentalismi sem ræður og þú mátt ekkert fara út fyrir hann. En líklega hefur forystan á þeim tíma metið þessi svo að það var eiginlega betra að losna þetta fólk, þannig að það var ekki að trufla fundina hérna inn í flokknum. Nei. Heldur það ekki að mynda þannig? Það var ekki Alls þannig. ekki, sko. Ég held að Við erum sterkara eftir, við erum saman. Nei, ég held að það var alls ekki, Var það bara óvart? matið var það að við myndum komast upp með þetta og enginn myndi segja neitt. Menn myndu kyngja þessu. Menn myndi kyngja þessu. Já. Og það er skákblindan í stöðinu. Og það er skákblindan, já, það er staðan og hérna og ég ætlum ekki að segja það að ég fengi refsingar fyrir mín afstöðu vegna þess að ég sagðist ekki myndi greiða atkvæði með þessari þingsályktunartillögu og ég mælti gegn henni á sínum tíma og svo endaði með því að þessi þingsályktunartillaga rann út í ekki neitt. Ég man meira sér upphaf ræðu minnar hvernig ég orðaði þetta í fyrstu umræðunni. Ég sagði það að þessi þingsályktunartillaga var eins og lélegur plokkfiskur á vondu veitingahúsi og það voru vikur og eftir það sem að menn voru að reyna að ráði í það hvað er raunverulega einhverja merkingu sem þingsályktunartillaga til þetta er náttúrulega mikið áfall og enda með hengdu til fjörs og voru að spyrja við erum að horfa á einsdæmi það vissi enginn á Íslandi sko klofning, sko sjálfstæðisflokkurinn hefur klofnað áður og oft áður en hann hefur náð sko svo hefur þetta veðrast inn í flokkin aftur og oft á tíðum hefur þetta verið persónulegt. Ég meina Albert Guðmundsson, Gunnar Thoroddsen og fleiri héraðshöfðingjar, Eggert og hvað heit hann hérna? Eggert Haugdal og fleiri svona héraðshöfðingjar. Þetta veðrast inn í flokkin. Jón, var ekki ríkjandi hugmynd á þessum klofningstíma sem þetta nefna Gunnar og Geir og borgarflokkurinn, ríkjandi hugmynd að markmið flokksins var að ná þessu saman aftur? Jú. Það er bara ekki búið að vera í 10 ár. Og menn komum tilbaka alveg sjálfviljugur. Þetta var bara, þetta tímabil var búið, Gunnar Thoroddsen var búinn að ná fram sínum framaþosta og Albert Guðmundsson náði að sparka það duglega í flokkina eftir því var tekið enda vanur í boltanum og menn kom alveg heilsteyptur út úr þeim klofningi. En það sem gerist, það fara 2 mjög mikilvægir forystumenn úr flokknum. Það er fyrrverandi formaður og forsætisráðherra Þorsteinn Pálsson og fyrrverandi varaformaður flokksins Þorgerður Katrín. Og það er stór biti sem menn gátu ekki alveg kynnt. Og það sem mér svíður mest er að sko maður bara þekkir það úr sögu Sjálfstæðisflokksins og ég er náttúrulega þá ungur að ég var ekki staddur en Jóhann Hafstein til dæmis var bróðir afa míns, Jóns Kristins Hafstein og þegar menn gerðu sér grein fyrir því að það væri þess virði að hittast og tala og laga, þá gerðu menn það og báðust afsökunar og féllust í faðma. En ég hef ekki séð neinar svoleiðis tilraunir af hendi forystu Sjálfstæðisflokksins og það er miður því að það er grundvallaratriði. Tvisvar sinnum Þórdís Kolbrún tala eins og það ætti að vera opin hurð í átt að Viðreisn. Ég hef ekki heyrt það. Já, allt í fína. Ég hjó mjög eftir þessu, en ég hef verið að hlusta eftir þessu á forystu flokksins sem ég heyri aldrei. Ég hef þá þú bara hefur betri pólitíska heyrn en ég, því að ég hef aldrei heyrt vinsamlegan tón til fólksins í Viðreisn. Þetta eru bara einhver Evrópusinnar og þar á meðan er þetta að svona Hannes Holsteinísku kommunistar sko. Og farið við fyrir betra. Þú veist og það bara slegið á þetta fólk og það er afskrifað en þetta er allt góðir og gegnir sjálfstæðismenn. Borgarar þengjandi fólk sem á að vera í baráttunni fyrir frelsi og manngildi Íslendinga, viðskiptum, akkurat og öflugri menningu og útrás Íslands og þetta er allt samherjar okkar að lækka skatta, minnka ríkið. Þetta er það sem sjálfstæðisstefnan snýst og auðvitað átt að lið heima í Sjálfstæðisflokknum. Vegna þess að sundra þá vitum við hvað gerist. Það kemur hérna hólskeifla af einhverjum populískum vinstriflokkum og fara með landið til helvítis. En sko það er annað sko til dæmis eins og sko þegar Miðflokkurinn verður til
lítur út, eitthvað geti haldið að vera klofningur út úr Framsókn, en þegar tími líður kemur í ljós að þetta er miklu meiri klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum. Þetta er greinilega klofningur út úr Framsóknarflokknum þegar þetta formari fer. En ef þú skoðar þá sem eru í forystu Já, núna er það þannig að ég eiginlega finn ekki Miðflokksmann sem ekki hefur verið í Sjálfstæðisflokknum. Það er, já, og þá er það útlendingamál sem að hafa kannski farið úr böndum hér, að ég hef skrifað nokkra í þessum hálfsmánaðalegu pislum mínum hef ég skrifað nokkra greinar útlendingamál og ég hef fengið alveg undarlegar móttökur þar sem að ég hef varað við óheftum innflutningi fólks vegna áhrifa á til dæmis heilbrigðiskerfi, áhrif á skólakerfi. Og þá ertu að tala bara EES opna vinnumarkað? Já, ekki bara opna vinnumarkaðin heldur fyrir utan vinnumarkaðin hælisleitendur. Það er náttúrulega fyrst og fremst þeir sem hefur verið boðið hingað frá Úkraínu og Venesúela. Já, ég boðið Sjálfstæðisflokksins að hluta til og þetta, hinn opni EES vinnumarkaður, hann er, við höfum engar skyldur við það fólk, ekki nokkrar. Það fólk kemur hingað á eigin vegum, ræður sig hjá einhverjum atvinnurekanda og þannig að það bara gengur inn í íslenska vinnumarkað án nokkurar sérstakrar verndar eða aðstoðar. Hins vegar þeir sem koma annars staðar frá, að þeir eru ofta til hælisleitendur og með stöðu hælisleitenda þá hafa þeir alltaf aðra stöðu heldur en EES vinnumarkaðurinn. Og minni rétt? Nei, ekki minni rétt, þeir hafa stundum meiri rétt. Þeir hafa meiri rétt á aðstoð. Og vegna þess að megi ekki vinna? Þeir hafa ekki rétt á því að bjarga sér? Já, þeir hafa ekki rétt til að vinna til að byrja með. Þeir hafa ekki kennitölu, þeir geta ekki veitt sér húsnæði, þeir geta ekki unnið. En þeir hafa annar rétt. Ég geta fengið tíma að vinna kennitölu. Og þessi, Íslands samfélag bara ræður ekki við þetta og til dæmis að ég man eftir að Katrín Jakobsdóttir sagði það að þessi aðflutningur hefði engin áhrif á húsnæðismarkaðinn. Húsnæðismarkaðurinn gerir ráð fyrir ákveðin náttúrulegri fjölgun og hugsanlega einhverjum EES tilfærslum og EES tilfærslan er meira út á landi þar sem ófaglært verkafólk hefur komið í störf, jafnvel það sem hefur orðið mjög mikil tilfærsla á vinnumarkaði. Vilhjálmur, allt er þetta nú mannannaverk. Já, þetta er mannannaverk en ég er að segja... Þú ert að segja það að Miðflokkurinn eiginlega hefur vaxið á mistökum Sjálfstæðisflokksins við að reka... Má ég klára mína ræðu og ég segi svo Winston Churchill, ég skal ekki, hætt þú að tröfla mig eða ég er að tröfla þig. Já, en ég ætla að klára það og segja það bara í stuttumáli. Ég fengi undarlega mikil viðbrögð, ekki frá sjálfstæðismönnum, heldur af vinstri kantinum. Á vinstri kantinum, ekki af gömlum framsóknarmönnum, heldur af vinstri kantinum. Þessi fólk er hjartanlega sammála mér og segir að loksins tali einhver sjálfstæðismaður eins og þau hefðu viljað segja. Aðeins samtidig klofningin, ef að Sjálfstæðisflokkurinn var á ykkar ungdómsárum svona tjaldborg. Þegar Viðreisn fer út, þá náttúrulega eru Evrópusinnar sú tjaldborg. En það sem hefur gerst að einhver leyti er að Viðreisn hefur tekið upp til dæmis gagnrýni á landbúnaðarkerfið sem að fyrir ekki svo löngu síðan átti sér bólfestu inn í Sjálfstæðisflokknum þótt að landsbyggðarfylgið hafi alltaf varið landbúnaðarstefnuna, að það var svona gagnrýni á að það var ekki viðskiptafrelsi í þessu, sama með gagnrýni á kvótakerfið sem að var inn í Sjálfstæðisflokknum, meðal annars inn í Morgunblaðinu á 10. áratugnum. Það voru sjálfstæðismenn sem að klufu sig út úr flokknum út af sjávarútvegsmálum og fóru fyrir í Frjálshyggjarflokkinn. Þannig að sömuleyti þá voru þessar tjaldborgir, ég veit ekki hvað voru stórar, að það tilheyrir orðið Viðreisn núna. Þú nefnir gagnrýni á hælisleitendastefnuna og sem ég veit ekki hvað að kalla eitthvað svona þjóðlegt íhald eða eitthvað svona. Ég meina sem hefur alltaf verið til inn í Sjálfstæðisflokknum. Þetta er ekki þjóðlegt íhald, þetta er bara kalt mat á mögulega samfélagsins til þess að takast á við þetta hlutverk. Já, en það er röddin sem að þetta fólk fyrrum kjósendur Sjálfstæðisflokksins finna, það er frekar í Miðflokknum. Já, það kann að vera. Ég ætla að segja eitt Miðflokkinn. Leið og Sigmundur Davíð fer og hættir í pólitík, þá veðrast þessi flokkur í burtu.
Það sé svo Trump. Þetta er einsmannsflokkur og ég mun segja líka Viðreisn, það Þorgerður Katrín sem öflug og fylgin sér og vinsæl. Ef að hún myndi segja á morgun, heyrðu, ég hættur sig, ég nenni sig ekki, þá myndi þetta fólk koma heim. Þetta minnir svolítið á borgaraflokkin í den og þetta er karismatískt persónufylgi þeirra tveggja sem þarna og jafnvel með Ingu Sæland sem gjörsamlega getur... Það helst við hana, sko, það algjörlega óhugsandi að hugsa á fyrir sér. Hún lappar inn í 1000 manna partí og það þagnar allir þegar hún kemur inn. Þetta þannig ára og þetta þú myndist á Max Weber, þetta þessi karismatíski eiginleiki sem sumir hafa og sumir hafa ekki. Þannig þetta bara. Sjálfstæðisflokkurinn, þú talar tjaldbúðir, ég tala miklu meira. Þetta er sterkur píramídi sem búin að veðra af sér 100.000 pólitísk áföll og mun alveg gera það. Ég hef þá trú og ég ekkert að afskrifa hann og þess vegna ég að kalla eftir þessari uppbyggjandi og góðu gagnrýni og til dæmis eitt sem ég ætla að segja bara beint við minn ágæta sessunautt hér að hann fór í prófkjör og náði þar bara ágætis kosningu og hefði farið náði sæti sem hefði skilað honum þingsæti. Algjörlega. Ég satt í kjörnefnd sem samþykkti það á síðustu stundu að setja konu í staðina því það voru þarna 6 kallar í efstu sætunum. Það voru 4 kallar í efstu sætunum. 4. Tókst það honum þingsætið? Ég tók þátt í því og ég búinn að biðja afsökunar af því að það sko svona misreikna mig svo. Við héldum í þeirri kjörnefnd í Reykjanesi eða í Kraganum að við gætum ekki boðið þetta fram þó að lýðræðið hefði sagt að þetta væri niðurstaðan og þetta eiga menn ekki að gera annarkvort fara menn í prófkjör og menn standa við prófkjörið eða ekki menn eigi ekkert að vera með puttana í þessu. Það ef þau með vilja hafa kynjakvóta þá verður bara að hafa það í prófkjörinu. Þess vegna, en ég er á móti þessum kvótum hvort en ef þau vilja hafa það sem ég ætla að vera fyrirfram. Það sem ég ætla að segja að það sem ég sakna við Sjálfstæðisflokkinn eru týpurnar sem voru inn á þingi. Hann týpa, þessi maður. Hann er þú veist, það alltaf gaman að hlusta á honum, hann veit allan fjandann, þetta ekki þessi flatneska, sko, upp með dalinn og niður með fjöllin, hérna Sjálfstæðisflokkurinn, flatur eins og Danmörk, hundleiðilegur. Þá að vera gaman í pólitík og maður á að skella sér á lær þegar einhver forystumaður fer upp og heldur ræðu. Ekki með einhverja aulabrandara sem lásu aftan á kornflökspakkanum árum fóru í ræðustól. Þetta bara bull. Það vantar meiri karakter í flokkin. Ok, herðu, Bjarni formaður, búinn að vera formaður lengi og það má alveg halda því fram að það hefur verið lengi að fjara undan honum. Man sér það bara í afstöðu almennings til hans mörg mál hefur orðið þungbær, það hefur alltaf verið að tala hann sem svona teflómaður og getur staðið allt af sér en það á sér umverulega maður finnur það ekkert í könnunum, það er bara hægt og bítandi fjarað undan trausti þjóðarinnar á formann Sjálfstæðisflokksins. Þú verður að við ekki neitt, það er búið að níðast á manninum síðan hann tók við. Það fylgir bara djobbinu, sko. Já, en sérstaklega rætið. Nei, það fylgir bara djobbinu, sko. Ég skal bara segja það, það var formann Sjálfstæðisflokksins, þá bara, ef þú þolir ekki hitann, þá bara verður að fara út úr eldhúsinu. Algjörlega, og bara fara að snúa þar að líka. Ég er algjörlega sammála því. Ég meina, þú ert formaður flokks, þú færð þinn skerf sjálfur og ekki ert að kvenka þér. Ég er ekki að segja það, en sko, það er tvennt ólíkt að hafa sko pólitíska mótbyr sem er þá reistur á pólitískum ágreiningi en ekki persónulegum, sko. Ja, ok, en hann ég veist að segja þetta að fara svona 3 ár aftur í tíman og segja, ég meina þarna var nú eiginlega ljóst, sko, flokkurinn yrði að finna næsta formann. En þá kemur eiginlega það í ljós að flokkurinn er svolítið svona klofinn á millri hópa sem eru að berjast völdin eða fyrir sinn frambjóðanda með einhverjum hætti, að það ekki hægt að sjá það að hóparnir sko geti sætt sig við að hinn vinni. Og þar af leiðandi sætti fólk sig við að hafa Bjarna áfram. Nei, hvernig var þetta með Gunnar og Geir? Það var járn í járn. Og hvernig var það með Þorstein og Davíð? Sko Davíð reyndar hafði nú ekki langa
baráttu til formans. Mjög stutta. Mjög stutta og hérna... Og réttmarði. Og réttmarði og það var nú þannig líka, sko, hér lengi vel að það var alltaf tilbúinn í pottunum varamaður, sá næsti var tilbúinn. Og til dæmis... Davíð var varaformaður. Já, en ef við förum lengra aftur, að í borgarstjórn Reykjavíkur, þegar Gunnar Thoroddsen borgarstjóri, að þá strax í kosningu á 1954 settur í sæti á lista ungur maður. Og honum ætlað að gjöra svo vel að binda sig ekki vegna þess að hann á að taka við. Geir Hallgrímsson. Og sem nú sennilega með bestu borgarstjóri sem hér hafa setið. Og síðan... En hann tapaði alltaf vinnum manni með þennan Gunnar Thoroddsen vann alltaf veit mann. Já, en sko Gunnar Thoroddsen vinnur náttúrulega sinn stóra sigur út á alveg óskaplega vonda vinstri stjórn 1958. Já. Og þannig að það hjálpaði Gunnari verulega en hérna... En hann fór í gegnum fleiri kosningar. Já, ok, þú ert að segja að það hefði alltaf verið svona arftakinn verið ljós. Og síðan... Það ekki núna. Síðan það Birgir Ísleifur Gunnarsson sem tekur við keflinu og síðan það Birgir sem að leggur til að Davíð taki við keflinu. Kornungur maðurinn. Já, hann til þess að gera kornungur, hann var... Hvað var Davíð gamall? Hann er 34, hann er 30 þegar hann tekur við keflinu. Já, en hann verður borgarstjóri 82. Já, en hérna hann er 30 þegar hann tekur við keflinu. Hann er í forystu stjórnar. En það hefur því miður ekki, sko, jú, og síðan það, 83 þegar Geir hættir, að þá eru 3 frambjóðendur til formans, það Birgir Ísleifur Gunnarsson, Friðrik Sophusson og Þorsteinn Pálsson og Þorsteinn vinnur. En sko... Það var minn fyrsti landsfundur. Og ég sé sko ekki í dag, sko með fullir virðingu fyrir þínum formanni Sús og núverandi utanríkisráðherra, þá sé ég ekki alveg sko svona menn og til dæmis... Þú meina að þú sér ekki fyrir þér að Þórdís Kolbrún verði kjörinn formaður með góðu meirihluta? Ef við tökum mann eins og Friðrik Sophusson sem getur vaðið á alla og talað við alla og hérna allir dásta Friðrik Sophusssoni sko vegna þess að hann hefur ákveðin karisma sko mikla útgeislun þó hann hafi tapað í þessum kosningum. Og aftur var hann ekki, dróð hann tilbaka varaformans framboðið sitt þegar Davíð vildi vera varaformaður? Já, þá dróð hann tilbaka og hérna verður síðan varaformaður aftur. 89. 91. Nei. Þetta er 91, kosningur 90, þetta er rétt. Nei, sko, Friðrik, hann dregur sér tilbaka 89. Og verður aftur varaformaður 91. Þegar Davíð verður formaður. Þegar Davíð verður formaður og hérna, þá er hann búinn að vera, hann er einn af nokkrum varaformenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa verið varaformenn tvisvar. Já, akkurat. En Vilhjálmur, þú ert að segja að þú sérð ekki fyrir að Þórdís Kolbrún þótt að hún hafi haldið, hún hélt náttúrulega framboðsræðu formans. Já, hún hélt framboðsræðu formans en ég svona, sko, nú er ég bara með þetta ástandið út í bæ, sko, eins og ég hef getað gert núna síðan helgina. Ég var ekki á hundinum. Nei. Ég hef sagt það hér að ég hef enga trú að hún náði að vera formaður í Ísflokkum. Og það byggi ég bara á því hvað sjálfstæðismenn segja við mig. Ég er ekki viss það heldur sko og því miður að þetta vantar þetta þétta gamla kvöldskóla KHM-net sem að flokkurinn hafiði mjög lengi. Það til staðar. Nei. Þú ert að tala við formann úr 2 hverfafélögum, þetta til staðar. En oft bara mórallinn í svona samtökum eða flokki ekki nógu góður. Og það byggist svolítið á því að þegar að sko forystummaðurinn fjarlægur, hann að sinna öðrum hlutum og fólk ekki að tengja beint við hann. Því miður þá þetta þannig. En ég skal segja þér algjörlega og hvernig þetta verður. Sko, ef að Bjarni tekur það ákvörðun að hætta
Sem hann hlýtur að gera. Sko, já eða nei. Hann mun fá Þetta er bara þannig, ef hann hættir, þá hættir hann og það verður nýr formaður flokksins og sá formar verður forsætisráðherra. Það mun aldrei ganga að Bjarni verður forsætisráðherra eins og hann hefur búin að lýsa yfir til loka kjörtímabilsins. Það mun ekki ganga hafa formann flokks í meirihluta á þingi í ríkisstjórn sem ekki forsætisráðherra. Það mun aldrei ganga. Þú nefndir þegar Þorsteinn var kjörinn. Þá var flokkurinn í svona fáranlegum vandræðum. Það var ekki forsætisráðuneyti. Það var reyndar ekki forsætisráðuneyti. Það var ekki ríkisstjórn. Það var vond staða. Það var mjög vond staða og við erum ekki að fara í hann aftur. Við erum bara búin að læra. Það er bara þannig. Ef þetta er þannig og þess vegna var Bjarni svolítið tvísaga á þessum fundi að mér fannst. Ég er að hugsa minn gang með formennskuna en ég ætla að leiða þessa ríkisstjórn til enda. Klára verkefnið. Og það bara gengur ekki upp. Sögulega séð, þá hljóta sjálfstæðismenn að vera búin að læra að formar flokks sinns getur ekki verið áhrifslaus einhvers staðar út í hafsuga. Þetta skaðaði flokkinn hérna 93, þangað til að Þorsteinn Pálsson fór í þá afferu að bola Alberti Guðmundsson út og tók þarna sjálfu við hérna fjármálaráðuneytinu og síðan eftir allt þetta brölt í prófkjörinu og hafskipsmálið og allt þetta dót með Gwen Djaka þá átti að ýta Albert út og þá fór stór hluti af sjálfstæðisflokknum sérstaklega í Reykjavík bara burtu og sýndi bara flokksforystunni í tvo heimana og Þorsteinn Pálsson bar aldrei sitt barn sem formaður eftir það. Og líka eftir náttúrulega tapið í kosningunum að fara niður í 27%. Algjörlega. Þannig að við erum ekki að fara að endur bara einu sinni náða að fara yfir. Þannig að þetta eru bara tveir möguleikar. Það landsfundur í febrúar. Bjarni heldur áfram. Á þeim grundu til hans að það er bara engin sátt um. Já, en Jón, má ég þá spyrja þig, ef hann tekur það ákvörðun, heldur að fá ekki mótframboð? Nei. Ef að Bjarni, þetta sé bara sjálfdjað með Bjarni. Bjarni segir, heyrðu, ég bara horfi á minn pólitíska feril og ég ætla ekki að hætta hérna miður í kjörtímabili aftur með mína ríkisstjórn. Já, hann er búin að segja þetta að klára kjörtímabilið sem forsætisráðherra. Þá hlýtur það að fylgja að hann ætli að verða formaður. En af hverju þá Þórdís Kolbrún sem ætti að vera hans nánasti samstarfsmaður að halda framboðsræðu? Hún bara ræður hvað hún gerir. Hún hlýtur að vita það að hann ætla ekki að vera að fara áfram. Nei, það er enginn búinn að tala um þetta. En finnst þér sjálfum ekki einkennilegt að gefa þessi tvö mismunandi skilaboð út? Þetta er bara maður sem ætlar að hanga ákvörðu sinni og hann vil halda öllum leiðum opnum til þess að geta tekið ákvörðu sem á sig. Það er kannski pólitísk klót en þá er hann því. En hann er að róta upp andrúmsloftinu í flokknum með þetta. Með því til dæmis að það eru tvær konur sem bera formanninn í maganum. Það er varaformaðurinn og síðan er það Áslaug Arna. Og hún er að vængja sig út allan bæ. Það vita menn. Og þær tvær, eftir því sem ég heyri, þær hafa sína fylgismenn. Áslaug Arna er miklu sterkari, hún hefur miklu meiri kosningamaskinu, hún er mörguliti pólitískari. Þórdís Kolbrún er meiri svona áferðar feguri sem sjálfstæðis sameiningatákn, en hún hefur bara enga kosningavilja. Hún hefur enga takka til þess að ýta á og það fer allt í gang. Ég tilheyri nú kosningavilja sem við köllum einu sinni Björnsbakaríið og það er Guðlaugur Þór. Heldur hann farið aftur í framboð? Ég ætla bara að tala út frá minni tilfinningu að Guðlaugur Þór hefur hlut að berjast fyrir einhverjum einasta embætti í sinni pólitík sem hann byrjaði í Sjálfstæðisflokknum. Alveg frá því að hann var formaður ungra sjálfstæðismann í Borgarnesi og bæjarfulltrúi og síðan í borgarstjórnin og fór þar inn. Alltaf hafa menn aldrei boðið velkomin, alltaf þurft að brýna á sig gogginn, reima á sig takkaskóna og berjast fyrir því. Og fyrir það hefur hann auðvitað átt andstæðinga. Ég skal bara segja það núna. Einu sinni var að kallaður upp á skrifstofu í Morgunbladshúsinu. Þar satt ritstjóri Morgunblaðsins, Styrmir Gunnarsson heitinn, ságæti maður, og sagði, hvað vilt þú eiginlega upp á dekkir? Áttað þú því ekkert á því, þú þarna ættleiti maður,
að fólk eins og þú getur aldrei orðið forystumaður í Sjálfstæðisflokknum. Þetta var hrokinn og Guðlaugur Þór er ennþá að mæta þessum hroka. Ennþá, á öllum vígstöðum. En þetta er besti utanríkisráðherra sem við höfum átt, besti heilbrigðisráðherra sem við höfum átt og hann verður besti formaður flokksins vegna þess að í gegnum hans áru og karisma stendur eitt, og veistu hvað það er? Stétt með stétt. Þannig að þú reiknar með að hann fari í... Ég bara heimta það. Já, ég ætla nú ekki að taka undir með þér að hann verði bestu formaður Sjálfstæðisflokksins. En heldur hann hafi séns? Já, hann hefur ákveðin séns og hann hefur ákveðna maskínu sko, sem að... Ákveðna maskínu? Hann hefur ákveðna maskínu, já, hann hefur ákveðna maskínu og þá ætla ég að halda áfram vegna þess að vandamál Þórdísar Kolbrúnar er það að hennar kjördæmi er svo lítið og kannski er hún svo mikið tengd bara minnsta kjördæmi og það er sennilega næstæðist að það er stórt af flatarmáli en hún er bara í öðrum jaðri kjördæmisins og ég veit ekki hvað bændur í Skagafirði segja við hana þegar hún kemur og þeir myndu váli spyrja hver ert þú vina mín? En henni tók samt að vinna Harald Benediktsson. Já. Sem er svona höfðingi. Hann er sveitahöfðingi en hann er sveitahöfðingi í sko þéttbýlið, hún hefur meira þéttbýlisfylgi heldur en hann hefur líka ákveði kennivald sem formaður flokksins hefur ætíð. Varaformaður? Nei, ég er að tala að Bjarni Ben beitti sér fyrir hennar. Já, ok, en hérna ákveði kennivald, kennitök. Hann beitti sér líka fyrir Áslaugu í samkeppni við Guðlaugur Þór. Alltaf. Ég meina, það sko, við skulum bara tala íslensku. Bjarni Ben og Guðlaugur Þór eru tveir áhrifamenn sem hafa bitist á völdin. Bjarni Ben hefur haft auðmagseigendur flokksins, fyrirverandi áhrifamenn Morgunblaðsins, fyrirverandi formenn, ákveðna svona stútunga sem alltaf hafa verið með betlihanskan í flokknum, gimmir og er alltaf hann á fjósbyttanum. Guðlaugur Þór hefur aldrei verið þar, hann hefur þurft að berjast fyrir ykkur einasta skrefi sínu innan flokksins. Vilhjálmur Bjarnason, hefur þú því að Guðlaugur Þór getur orðið formaður Sjálfstæðisflokksins? Það getur allt gerst og ég segi hann er... Kaustu það síðasta? Ég mætti nú reyndar á fundin til þess að fyrst var hans kjósa Helga Ás Gretarsson ritara og ég fór aldrei inn í salinn nema rétt í dyragættina til þess að geta hent atkvæðinu í kassa og nei, ég gerði það ekki einu sinni vegna þess að við skulum ekki tala um það hvernig ég greiddi atkvæði en ég greiddi líka Jónu Kristný Sæholm atkvæði sem varaformanni og fyrir það er ég ægilega þakklátur og hefur reynt að rísa undir því trausti. Kaustu þá varaformann og ritara en ekki formann? Já. En ég sá enga aðstöð til að kjósa formann ég var settur út og mér var fyrst og fremst annt það að Helgi Ás kæmi þarna inn, ég vildi að kæmi eitthvað ný og fersk mynd þarna inn og ég taldi að hann vera það en hann átti ekki því miður greiða leið. Þetta samanlaði Jóni að ef að Bjarni kýs að vera áfram, þá mun hann ekki fá neitt mótframboð í febrúar. Já, ef að svo er ekki að þá náttúrulega, þá er Bjarni að gleyma því hvað kosningar, allavega ég fór í gegnum 3 kosningar, þarna, og það voru ekki kosningar Sjálfstæðisflokkinn, það var kosningar hans persónu. Og hann er búinn að vera formaður núna í 15 ár. En hann hefur alltaf fengið mótframboð, meiri hvaða landsfundur var það sem var flýtt, sem átti að vera til þess að veita honum takmarkalegt umboð? Það var ekki Pétur Blöndal sem fór á honum? Blöndal fór inn síðan hann. Þannig að flokkurinn er aldrei unað honum raunverulega því að vinna svona yfirgnæfandi. Það var ekkert alvöru frambóð Pétur Blöndal. Hann var að skapa sér svona svigrúm til þess að tala og koma fram með sínar hugmyndir, en það tók því enginn alvarlega. Alvarlegasta mótframbað var náttúrulega Hanna Birna og síðan Guðlaugur Þór. Já, þá var þessu 2 framboð. Og Hanna Birna hins vegar gerði það þau stórkostlegu sögulegu ekki kannski mistök en kannski sögulega gjörning að með framboði hennar gegn Bjarna þá sameinaði hún okkur gullamenn og bjarnamenn gegn sér
Þess að nú náði hann ekki fram. En sko... Út af ákveðnum hlutum sem höfðu gerst á undan. Ég var ekki í þeim slag. Skal ég segja ykkur, tilkynntu framboð mitt í prófkjör snemma morguns og kona mín las þetta á VF þegar hún var rétt nýkomin í vinnu og þetta hafði aldrei verið rætt á heimilinu og svo röskun og högum sem þetta kynna valda. Þú komst upp með þetta? Já, ég komst upp með þetta. En við erum að tala svo mikið í formann, en það er eitt sem langar til að spyrja. Þið erum að tala um Sjálfstæðisflokki sem náttúrulega svona eina stofnunum í íslensku samfélagi. Hún á að vera það. Já, og ég meina, hefur verið á mámuna sér fífilfægri, þið deilið það hvort að sko æðakerfið út í hverfisfélögunum sé virt eða ekki. Spurningin ég meina, flokkurinn er augljóslega í stórkostlegu vanda með 13,9% í þessari könnun, það má vera að hún slái svona 13 til 17. Já, eitthvað svoleiðis. Sko farið yfir 15. Já, en gömul stofnun sem er í þessari stöðu og maður sér það alveg á að það er svona miklu meira ósætti milli sjálfstæðismanna heldur að við séð, það eru miklu fleiri sjálfstæðismenn sem viljur að tala niður flokkinn og forystuna og ég stoppar út á götu af sjálfstæðismennum sem vilja endilega tala, þú veist, illa um formannin og sömuleyti, ég hef sagt að þetta borð, það verður að minna mann á deilunar í Alþýðubandalaginu Reykjavík 1989, það er svona sundrúk í þessu og þá kemur spurningin. Í Sjálfstæðisflokknum það svona félagslega afl að flokkurinn geti endurnýjað sig? Já. Ég er ekki nokkur með það að það og það er ekki bara í flokknum, það er líka í landinu og það er fullt af fólki sem að Fullt af Sjálfstæðisfólki sem að starfa í Viðreisn? Já, það er fullt af fólki sem að starfa í Viðreisn og sem haldið niður og haldið úti, til dæmis eins og þá sem hér situr að ég hef bara eitt spark í rassinn þegar ég var dottin út og til dæmis Bjarni ringir ekki á sunnudegi, ekki á mánudegi og ekki verið eftir hádegi á þriðjudegi þegar hann talaði í 17 sekúndur. Þannig að samskipti mín, það sem ég lét nú undan, hélt frið þarna, það sem ég taldi að með friði þá fylgdu nú kannski eitthvað, ég var núna 65 ára gamall þegar þetta gerðist, hvort sem hún trúir ég ekki, ég er komin yfir 70 núna. Ha? Já, er það furða að þú spyrir. Þetta eru stór tíðindi. Þetta er bomban. Þetta er bomban í þættinum. Jón, forysta flokks sem að vill halda hópnum saman, hún myndi nú kalla Vilhjálm upp á svið á einhverjum fundinum og réttunum blómvönd og þakka honum fyrir allt sem að hann hefði starfað fyrir flokkinn og hafa vikið fyrir konu og sínum tíma sem við sjáum núna, bla bla bla. En ég meina, það er aldrei neitt svona í Sjálfstæðisflokknum. Það er bara alltaf my way or the highway. Þetta er að mörgu leyti rétt hjá þér og það er, sko, þessi ræktunarsemi er ekki nógu mikil innan Sjálfstæðisflokksins. Ég skal nefna þetta dæmi. Ég man, þú veist, ekki eftir því, þó ég hafi verið ungur, að þegar Jóhann Hafstein veikist, þá hvarf 90% hans vinahóp og þú veist, það vantar þessa væntum þykju sem verður að vera í svona stórri lífrænni heild sem Sjálfstæðisflokkurinn er. Ég hafna því hans stofnun. Þetta er stór lífræn heild og fyrir mér, ég oft sagt áður, Sjálfstæðisflokkurinn er stórt orðstöðskip og menn óttast hann, það er öflugt og þegar þetta skip mætir í bardagan þá fara menn að titra. Þannig var það. Og þannig verður það. Já, það er ekki. En sko, þegar að menn manna byssurnar af fólki sem kunni ekki að miða, þá verður þetta stóra skip gagnslaust. Það verður bara fyrir og þá er betra bara að sigla því í slipp og láta það vera þangað til að búa að manna byssurnar aftur og setja olíu og nýja kyndara og allt það. Það sem ég segi, ef að Sjálfstæðisflokkurinn byrjar núna á því að segja við eldri borgara við okkur þykir svo mikið vænt ykkur að við ætlum að sveigja sjálfstæðisstefnuna tilbaka til ykkar. Bíddu. Eldri borgar gera þá? Það er bréf sem að Bjarni Benediktsson sendi og segir, hér er loforð Sjálfstæðisflokksins sem að hann hefur samviskulaust svikið. Þá biðjast menn bara afsökunar á því
og stíga undir nafni. Það ekkert að því að hafa gert mistök, hvað sem það í einkalífi eða í fyrirtækjum eða í menningunni eða í pólitík, menn biðjast bara afsökunar og biðja fyrirgefningu og segja við gerðum rangt. Sama með Evrópusambandið, með auðvitað áttu að klára þó þetta hafi verið bull til að láta okkur fara að kjósa einhvern pakka sem var ekki til. Þú veist, kjósum það ef að fara í Evrópusambandið og síðan að byrja að semja. Nú ég sé menntaður í sjávarútvegs stefnu Evrópusambandið, þetta hefði aldrei gengið upp hvort þið er. En svo, sko, með útlendingamálin, við erum komin á langt. Ég skal bara segja það hér og nú að ég vil ekki þessa umræðu að allir útlendingar séu hérna að brjóta niður innviðina og það sé vera að hygla þeim eitthvað sérstaklega á kostnað okkar skattgreiðenda. Þetta eru bara pólitík sem er búið að reyna og við þurfum að sníða okkur stakkandi vexti þar eins og annars. Farðu inn á bara hvaða sjúkrahús sem er á landinu. Hver er vinna þar? Já, ég ætla hérna að þegar við erum að tala möguleika flokksins en ekki kannski málefnin. Eitt í lokin. Hér erum við með bankakerfi sem er lokað fyrir almenningi. Þú getur ekki farið inn í bankaðinn og beðið húsnæðisstjórnarlán því að það er eitt satanist glæpafyrirtæki og ég tek svona til orða sem heitir kreditinfo. Þú hefur skuldað námslán einu sinni. Þú dæmdur í 4 ára fjörbaugskarð út af einhverju merkingu hjá fyrirtæki sem hefur einkaleyfi Alþingis til þess að brennimerka fólk til eilíðar. Og þetta gerist út af vakt Sjálfstæðisflokksins. Herru, Vilhjálmur og Jón, takk fyrir að koma hingað og ræða Sjálfstæðisflokkinn. Ég bara að stoppa þetta því við gætum náttúrulega rætt öll málefnin okkar fleiri. Það er bara svona önnur umræða. Það er mjög gaman að tala við ykkur svona styrk Sjálfstæðisflokksins og veikleika forystunnar. Það er líka voðalega gaman að fylgjast með því hvað sósíalistaflokkurinn hefur mikinn áhuga á Sjálfstæðisflokknum. Við höfum áhuga, við vorum hérna mikið áhuga á þjóðkirkjunni og við höfum áhuga á alls konar stofnunum þessa samfélags. En sannaðu til að leiðir okkar geta alltaf mæst í pólitík, ekki glemma því. Vilhjálmur og Jón, kærar þakkir. En ég ætla að sitja hérna áfram og ræða meira pólitík. Ég ætla að ég sé að fara að tala vinstrið hérna rétt eftir. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.